Þá komið að síðasta liða dagskrá skýrsla bæjarstjóra til máls tekur bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir. Ágæti bæjarfulltrúar. Ætla nú að fara yfir bara það helsta frá síðasta bæjarstjórnarfundi. Matsnefndarfundir vegna nýbyggingar við sjúkrahús á Akureyri voru nokkuð fyrirferðarmiklir á þessum tíma. Og það verður gaman að fylgjast með áframhaldi þess verkefnis. Á morgun kemur í ljós hvaða verkefni mun hljóta brautagengi og verður unnið áfram með. Þannig að það verður mjög spennandi. Það er ekki nóg með að þessi dómnefnd eða valnefnd hafi haft ákveðnar skoðanir heldur þarf líka að fylgjast að verðið í þessu. Nú ég talaði á landssambandsfundi landsþingi Soroptimista kvenna sem komu hingað norður og héldu landsþingi sitt. Það voru 200 konur af landinu öllu og þær sinna fjölbreyttum góðgerðarstörfum sem skipta samfélagið okkar miklu máli og þar alveg sérstök áhersla á málefni kvenna. Ég satt ársfund og aðalfund Norðurorku sem fór í Hofi og átti góðan fund með kollegum mínum í Arctic Mayors þar sem vorum að bera saman bækur okkar menntun og fræðslu á norðurslóðum í víðum skilningi og það verður að segjast að aðstæðurnar hjá norðurslóða þjóðanum eru mjög misjafnar þegar kemur að aðgengi að menntun og við náttúrulega stöndum mjög vel að vígi þar. Nú sumardagurinn fyrst hann upp í góðu veðri og með fallegri vorkomu listasafninu þar sem var tilkynnt fjölda viðurkenninga og val á bæjarlistamanni Akureyrar. Við viljum óska öllum þeim sem fengu þarna viðurkenningar til hamingju og þakka fyrir ykkar framlag til menningarlífs bæjarins og sérstakar hamingjuóski til Jónborgar Sigurðardóttur, listakonu sem nú bæjarlistamaður Akureyrar. Í byrjun síðustu viku tók ég þátt í umræðu panel á fundi samtaka atvinnulífsins sem fór fram í Hofi og var umræðu efnið kjarasamningar og mikilvægi stöðugleika og þið hefur væntanlega orðið vör við að í aprílmánuði fór fram barnamenningahátíð á Akureyri og var fjöldi viðburða út allan bæ sem var hægt að taka þátt í og njóta skemmtilega viðburða þar sem ungmenni bæjarins voru í aðalhlutverki. Ég tók meðal annars þátt í einum tónleikum. Bestu þakkir til þeirra sem tóku þátt og skipulögðu þessa skemmtilega hátíð og þetta var alveg sérstaklega skemmtilegt. Ég heimsótti Hamar félagsheimilið Þórs þar sem við Reimar Helgason framkvæmdastjóri skoðuðum húsnæðið og spjölluðu málefni félagsins og það var sannarlega líf og fjör á þeim bæ. Góður bragur og góð umgengni sem sannarlega ber að hrósa Þórsum fyrir. Nú á fimmtudaginn í síðustu viku tók ég þátt í bæjar- og sveitarstjóramóti sem framfór í Múlaþingi og síðastliðinn föstudag var mér boðið að taka þátt í pallborði og aðalfundi samtaka fyrirtæki í sjávarútvegi þar sem spurningin var hvernig geta stjórnmálin auki verðmætasköpun og þetta var rætt í þaula. Í gær var fundur málefni flugklassans R66 rætt og hér í Ráðhúsinu og í morgun þá hittum við ég og fleiri bæjarfulltrúar frá neytendasamtökunum. Það voru góðar umræður sem við áttum þar málefni sem snúa að neytendum hér á landsbyggðinni. Og ég ætla að setja punktinn hérna. Takk fyrir. Það bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir í loki máli sínu og dagskrá tæmd. Eftirtalda fundagerðir lagðar fram til kynningar afgreiðslufundur byggingafulltrúa 18. og 27. apríl og 2. maí. Bæjarráð 17. og 24. apríl og 2. maí. Fræðslu- og lýðheilsuráð 29. apríl. Skipulagsráð 24. apríl. Umhverfis- og mannvirkjaráð 23. apríl og þessar fundagerðir allar þetta nálgast á heimasíðu bæjarins og ég segi fundi sliti og þakka fyrir góðan fund.